Jæja, þetta hérna eitthvað. loka þessu bara. Þið sem heima sitjið, Já, verið velkomin í hérna. Já, verið velkomin í, ég ætla líka að taka upp hér. Ég er bara þannig gerður. Já. Nú skal sko ekkert klikka. Þið sem að hlusta. Tekur það nokkuð yfir hitt eða eitthvað? Nei. Heyrðu, sko, þetta er, við erum búnir, þetta er Krispin Draxler hérna með mér. Já, komið sér að blessa. Átni er að drukna í Ice Guys. Já, hann er bara áfællið þar. Og við erum búnir að taka upp eitt klukkutíma langan þátt í dag. Já, við tókum upp heilan þátt. Já. Það klikkaði eitthvað aðeins. Já, getur eitthvað sagt okkur frá því, eða er það bara hérna? Nei, sko, þetta er bara þetta system sem við erum með, sem er ógeðslega næs, en getur verið ógeðslega þreytandi. Já. Að sko, við getum verið út um allt, að ferðast út um allt og taka upp þætti, en það er mjög erfitt að fylgjast með hvað er að gerast. Þannig að, og ég sem tók upp allt sem ég sagði, en þinn mikrofón var fullur, eða eitthvað. Já, bara fullt. Allegedly, ég veit ekki eins og hvort það var út af því. Mér sýndist það svona. Já. Hann tók bara mjög ekkert upp. Og ég talaði ekkert eðlilega mikið. Já, og ég var búinn að segja honum sögur, ég var búinn að segja honum fullt, og þannig já, núna er klukkan 11. Hún er 11. En við erum sko bara harðduglegir menn. Já. Við bara tökum upp. Við urðum að klára þetta. Já, við bara klárum það sem við byrjum á. Ég var sko leið og ég sá þetta var ég bara hvað hef ég gert? Ég líka fór eitthvað upp til Þormóðs, eitthvað, ætlaði að sækja eitthvað USB-snúru og svo svona tölti ég niður stíði annars svona huppi, eitthvað. Situr þú hérna? Herðu, ég bara, þú trúir ekki hvað gerist. Bara þátturinn á undir. Bara nei. Já, sko, ég get heldur ekki hleyft öðrum þætti eins og frikka þættinum. Ég hef alveg getað reynda fiffet eitthvað, en það var ekki gott, nei, sko. Nei, fólk alveg tók eftir því eða ekki. Jú, mér svona gruna það. Þannig ég sá bara, sko, ég var að fara þess yfir, sko, maður sjá. Þetta er kannski leiðilegt podcast, en ég ætla að sýna hérna. Fólk hefur gaman að öllu. Ég ætla að fara yfir, hey, sko. Hey Jamie, pull it up. Pull it up right now, Jamie. Pull it up, so you can see here. Ég ætla sko að sýna, ég get séð sko hversu mikið fólk horfir á þættina, eða hlustar, meina ég, eða horfir. Þú veist hversu mikið í prósentum. Og til og með þess að síðast í þátturinn, Ice Guys the Movie, þá er þetta eitthvað, hérna, View More, hérna, til og með síðast í þáttinn, þá get ég séð að median consumption time af þættinum er 54,6 sekundur og hann er 54 og 22 sekundur þátturinn, fattaru. Þannig að fólk er að klára mjög mikið á honum. Og svo er Frikadór þátturinn, hérna, hann er já, sem að hljóði var 55 mínútur. Median consumption time á honum er 14 mínútur. Já. Þannig að þetta hefur fólk bara nefndi. Nei, nennir ekkert að horfa á þetta kjafta. Þurfum að hafa allt tipped up. Já, þannig að við erum mættir aftur. Já, og það er bara gaman að, svo ég fá að segja það sko, það er gaman að fá að vera hérna. Bara takk fyrir að hafa mig. Ég er örugglega á ég ekki metið? Er ég ekki orðin góður? Jú, núna ertu orðin, þetta er 4. þátturinn núna. Það er 2 sem hafa komið út, 3 með þessum, en þú hefur tekið annan. Já. Þannig að ég er bara virkilega gaman að vera komin og bara gangi átna vel í þessu Ice Guys. Já, hann náttúrulega er sko, ég held að fólk átt sig ekki á hvaða bilu keisla á þessu. Nei, hann er í tökum sko núna, má ekki segja þetta allt? Jú. Þetta er allt ekki upp á borði? Jú, en þau er ekkert að segja neinum heldur, ef þetta er eitthvað lindó. Nei. Hlustendur. Nei, já, við treystum þeim. Já, þau er ekkert að segja. Hann er í tökum á Ice Guys the Movie. Það lítur að liggja fyrir að það sé hún sé að koma út, núna er ég ekki bara alveg viss. Jú, 100%, jú, hann er búin að segja. Já, hann er búin að segja opinberlega. Já. Þeir eru að gefa út klámynd. Já, þeir eru að gefa út klámynd, bara enda þetta alveg with a bang, eins og þeir segja. With a bang, eins og myndin heitir. Eins og myndin bang, with a bang. Já, og þeir eru bara einhverjum 12 tíma dögum alla daga og... Maður heyri í honum á kvöldin
bara búin á því. Já, Ekkert ég líka, skemmtilegur, sko. hérna, við fórum á púðsigur á föstudaginn og Já, þá, ég held að Jón yrði ekki út af hann er búin að vera í æskast en hann fór úr tökum á æskast til að vera þar og svo hringdi ég Átna Já. eftir á og ég held að hann var kannski komin heim líka þá var hann bara í tökum já. eða skilur Jónu þau kannski bara farið Já, aftur Jón er eiginlega ekkert að leika í myndinni. Hann fekk mjög lítið Já, hlutverk. hann er eiginlega ekkert já, við erum svolítið að spoila það en hann er ekkert með í myndinni Nei, hann er ekkert með í myndinni. Já þið munið kannski síðast þetta þið vita að ég og Átni tölum oft einhverjum hluti sem við ætlum að gera og stundum gerum við og stundum ekki en við erum búnir að panta okkur til Las Vegas Viva Las Vegas Yes. og við erum það er sett ég og Átni og konundar erum að fara for Conor McGregorson Conor McGregorson í Las Vegas. já, Það er, sko, við fórum yfir þetta í þættinum sem kemur og allt aldrei. það, en sko, það er ángríns rosalegt Já. að vera að fara á Conor McGregor. Ég Já. bara, þú veist, ég væri ég svo held til í líka að þetta sé örgulega bara sá bardagi sem er mest aðsvonin í, að það ekki 100%. hjá honum, bara út af því Já, að þetta er bara síðasta barndaginn hans Já. líka, sko. Ég get alveg lofaði því að hann mun ekki keppa aftur. hvernig heldur hann að það muni vera? heldur hann muni tapa? Já, ég held að hann tapi, en það er öllum saman um það, sko. ekki mér Ekki. ja, ég veit ekki, Það er ég erfitt að sjá hann tapa, ég þetta er held skrítið, þetta er algjör fáið þessi Conor, en ég þól ekki að sjá hann tapa. nei, Ég held svo mikið með hann. já, og hann Hann náttúrulega er samt aldrei gæi. nei, þú veist, við náttúrulega þegar ég er svona 17-16 ára eitthvað þá er hann að byrja UFC, skilur og var bara the guy, skilur svo svona hægt og rólega byrjar hann að vera rugglari og skrýtnari en ég einhvern veginn held að það er vonin að hann komi tilbaka og er bara fucking eitraður í Ég er búrinu sammála, ég veit það, en það er bara ekki þessi gaurar, þetta eru svo miklu hundar, þeir eru búin að æfa. Conor er bara búin að vera að borða camembert á okkur snekju, sko, þú veist. náttúrulega síðasti bardagi þá náttúrulega fóbrotnaði hann bara, Já, en hann var hann er komið með hann er hann miklu sterkari fót Já, hann er með játn í hann er með jafn í fætinum. fætunum núna, sko Nei, en ég er sammála, ég held alltaf með hann, ég man að maður var alltaf að vaka eftir barðugunum hans og eitthvað, þú veist. já, Þetta er legend, þetta er fucking sko við erum að tala við svag fljúum og þið verðið þarna bara. já, við fljúum út 8:45 íslensku tíma og fljúum í einhverja 6 tíma klukkutíma 20 mínútur layover þannig að við erum basically, við erum eitthvað svona 13 klukkutíma leiðina eitthvað og þegar við lendum þá er klukkan 1:30 eftir hádegi úti upp á hótel veit ekki, leggja sér í klukkutíma eða eitthvað og svo bara byrja bara early prelims, main card Og farið svo bara heim daginn eftir, eða hvernig er það? nei, svo förum við förum sérst komum á laugardegi lendum, förum á bardagana svo hefur allan sunnudaginn, allan mánudaginn og fljúum heim á þriðjudegi eftir hádegi og lendum svo 7 morgun, miðvikudagsmorgun Shit, ok, þetta er ekki að þetta. já, og ég er eiginlega mjög ánæður samt sko að við séum að taka út bara geðvikina fyrsta kvöldi Já, og já, þá, bara fínt. og þá Og er rauninni ofpeppun. bara eftir, já, ápefun og þú kannski mætið þreyttur en þú nærið einhvern veginn að keira í gegn út að þú ert á UFC Já, og svo nærið bara einhvern veginn að sofa og hvíla þig bara í, þú veist, kósi 43 gráðum já, cozy. já, Já, það er svona heitt þarna. já, þetta er bara þetta er bara eðimörk Já, þetta er bara bara hápuntur sumarsins, þetta Já. er bara í miðjum júlí. og það er HM líka á sama tíma Já, það er quarterfinals í HM sama dag já, HM er í Bandaríkjunum einmitt. langar þið ekki að fara að það? Jú, ég náttúrulega fór á úrslitaleg EM í fyrra, eða hitti fyrra. Aha, Það var svakalegt, það var Englandsbánn. já, Það var upplifun, sko, jú, ég myndi alveg vera til ég var alveg til að fara á HM, sko, en maður bara, það er ekki allir svona hefnir eins og þið að fara til útlanda. heyrðu, varst þú ekki á því 7. daginn? Jú, en það var bara það var á Íslandi það var á Íslandi. Já, Já. nei. Hvað fóruð þið aftur á? Við fórum á Islam Makhachev gegn hana Jack Maddalena hana, Já. svo var hana Leon Edwards og fleiri góðir, sko, það var alveg fínt kart. Var það í London? Nei, það var í Bandaríkjunum, það var í New Jersey. Aha. Það var svakalegt, sko. Jersey, horfðu þér á Jersey Shore þegar þú varst yngri? Nei, ég horfði aldrei á Jersey. Ekki? Nei. Ég horfði Það aldrei. var legendary og Já. er ég sá, neða þú veist ekkert um þetta Já, kannski. nei, veist hvað Ronny er það? Ronny Coleman. nei, í Jersey Shore Ó, nei. Nei, Ronny Coleman, stóri, svarti, bodybuilder. já, það sé bara, maður þurfi ekki að segja Coleman, þú veist bara Ronny Já, Ronny, já. Ronny. hefur ertu mikill svona háum kallega?
Já, ég mikill auðvitað bara fótbolta aðdáandi sko. Hún hefur aðeins dvínað hvað maður segja, svona orkan fyrir þessu samt undanfarin misseri sko. Þess að tala bara almennt fótbolta eða landslið? Já, almennt fótbolta sko. Ég búin að vera svona út, ég Chelsea maður svona, það gengur ekkert rosa vel hjá okkur. Nei. Ég svona búin að pínu bara horfa minna á fótbolta undanfarið, en ég fylgist ógeðslega mikið með fótbolta, bara á Instagram og fótbolti.net og eitthvað. Ertu með, eins og HM, ertu með landslið, er það bara England eða? Já, svona England en svona alltaf Brasilia og eitthvað svona klassist sko. Já, þú bara eitthvað svona England, Brasilia, Frakland, Þýskaland. Já, bara eitthvað svona solid. Nei, náttúrulega Portugal, ég náttúrulega mikill Ronaldo maður. Já, algjörlega. Og líka Spánn líka, þeir eru heldur flottir hérna. Og nágrannir, já, og Argentína með Messi og svo bara Egyptaland og Sala. Já, Úrúgvæ eru flottir, þú heldur með þeim. Já, ég ekki vissum að þessu HM, jú, örgulega, getur verið. Það er glata Ítalía er aldrei með. Nei, þeir eru aldrei með þess að dana. Nei. En þetta er svona, það er sant, já, það er bara eins og það er. Þú náttúrulega elskar ítalskan fótbolta, þú heldur með AC Milan. Já, það er aldrei eitt rosa gaman það núna. Nei, þú ert bara í AC Milan 3 með þessu núna. Já, bara AC Milan tattoo núna. Já, núna. Já, nei, það er ekkert rosalega gaman þar núna. Nei, ekki á Asi, sko, hann var náttúrulega bara rekinn þjálfarinn. Það var allir reknir í dag. Já, bara í dag bara. Já. En það er eins og það er. Já. Talandi að fara á eitthvað svona UFC og hvað. Hefur þið farið á mikið eitthvað svona viðburðum erlendis? Sko, í seinni tíð hef ég aðeins byrjað að fara, sko. Ég hef náttúrulega farið á marga Chelsea leiki og svona. Já. En svo hef ég farið ég fór á Taylor Swift tónleika í Stockholm. Aha. Já, mjög random, sko. En fórum með einum hóp þar sko. Það var alveg fínt sko. Hún alveg, ég hlusta náttúrulega ekkert á hana sko, en það var alveg gaman að sjá þetta. Já. Svo fór ég á hef ég farið á Allipalli sem er píla, úrslitaleikin í pílu. Það var geðið, bara Luke Littler bara úrslitaleikin. Það var sturlað. Djúðlega hann alltaf myndalugur. Já, hann er svo huggulegur, ég veit það, og hávaxinn. En já, svo hef ég bara farið einmitt á úrslitaleik EM í fótbolta. Já. En ekki mikið meira, ég hef ekki farið á fleiri tónleika en eitt hannig. Nei. En mér dreymir alveg að fara á eitthvað svona, eitthvað í Bandaríkjunum, eitthvað það sem að Kali og til dæmis stundum að spila það sem steinarnir eru það er styrla, Lukas Sturla, Red Rocks eitthvað. Já, eitthvað þannig. Hard Rock. Nei, Red Rocks, Hard Rock, hamborgari. Já. Nei, ég eitthvað svona, þú veist. Já, mér langar svo mikið að fara til Bandaríkjunum líka. Þú hefur aldrei farið til Bandaríkjunum? Ég hef aldrei farið. Það er rosalega að byrja á Vegas. Já, en mér langar alveg að fara aftur og þú veist, fara bara almennilega bara í mánuð og já, bara skoða allt. Já. En ég hef farið, ég er ekkert svo mikil tónleikakall eða ekki heldur. Ég er engin tónleikakall sko, ég fer ekki að tónleika hérna heima nema bara það séu bara vini mínir eða eitthvað. Já, sammála. En ég fór á Weekend tónleika. Það var reyndar alveg geðveitt sko, en þú veist með Átna og hérna systir minni og hvað ertu að gispa? Ertu búin að vera henni 3 tíma? Já, ég er búin að vera henni á fokki leiki sko. Já, ég fór á það, en þú veist, ég seti ekkert eitthvað sjúkur weekendkall. Nei, þetta er bara upplifun sko. Já, en þú veist, þetta var náttúrulega sturla bara London Stadium, bara 80.000 manns og allir. Já, ég ætla líka að fá að taka fram að við erum í búið Happy Hydrate og Dominos sem að styðja við okkur og hjálpa okkur að fá svona frábæra gesti eins og Krismund til að hanga hérna hálfan dag til að þegar ég klúður einhverju. Svo fær maður ekki eina brauðstöng. Þú fær félagsmiðstöðum 40% afsláttur. Félagsmiðstöðum 40% afsláttur. Það er vígalegur afsláttur. Ég veit ekki hvað sko, er í gangi þar. Það er bara eitthvað sem allir ætti að nýta sér. Já. Það er næstu í helmings afsláttur. Ángrís. Það er bilað. Það er bilað sko. Ertu búin að horfa á einhverja þætti eða eitthvað svona? Nýlega? Já, eitthvað svona sexy. Ég er ekki að horfa sexy, en ég er að horfa á, sko, ég er engin, sko, þetta er ógeðslega fyndið sem ég var að segja þetta. Ég þoli ekki documentaries og svona og svona eins og Keeping Up with the Kardashians svona, hvað heitir það, svona real life reality TV. Ég fíla það ekki sko og fíla ekki svona documentaries. Herru, nema eitthvað svona sem ég er að horfa núna sem er þetta er núna eitt vinsalasti þátturinn á Netflix, hvað heitir hann? The Crash held ég, hefur þið séð það? Nei, ég hef sem séð það auðvist. Þetta er stelpu og strák sem voru í bíl og hún klessir allegedly viljandi á vegg og drepur farþegana. What? Hljómar eitthvað svona, ok, þetta er alveg hella en hvernig geta gert þáttur þessu. Það er bara fullt í þessu sem ég mæli með að fólk tjekkja á. The Crash. Ertu búin að horfa á þetta? Ég er búin að horfa á þetta, ég var að horfa á þetta í gær. Þetta er mega næs. Ég sá þetta, ég held ég að sé þetta bara TikTok eitthvað. Ég har að tjekka þetta. Hljómar eins og eitthvað svona
scary. Þetta alveg scary dæmi og hvernig og fólk svo fucking ruggla maður og þetta alveg Þetta mega Kanye, óvart. Þetta Kanye Þetta í Vegas, eða? Nei, þetta ekki Vegas En já, annars ég horfði rosa mikið á svona gömlu dót aftur eins og ég tók Born myndirnar aftur daginn Born Ultimatum og Legacy og eitthvað Mér finnst það ógeðslega gaman, svo tók ég Harry Potter náttúrulega jólin og eitthvað Ég elska að horfa á eitthvað svona gamalt shit Ég elska gamalt shit sko Ég ekkert svo mikið í Ég búin að horfa á þætti með þetta Pharmacy sem eru tvo gauðra sem að stofna apotek saman og Má það bara? Gætu við bara að stofna apotek? Já, ég held að þeir hljóta að vera eitthvað svona lífjafræðingar og annar þeirra langar að fara og þeir eru að flytja inn gett mikið svona aloe vera og annar þeirra langar að fara að rækta sitt eigið og hinn vill bara halda áfram að flytja inn eitthvað og þá kemur eitthvað svona rígur á milli þeirra og hinn stofna sitt eigið apotek en þú veist það gengur samt bara einhvern veginn ógstlega vel hefðan bara Er það lífið það? Nei, en já, það gengur rosa vel hefðan bara en þetta splundrar upp allir vinn á Er það fokk í mér? Ha? Já, ég er að Þú ert svo fucking rugglaður Ég hef sagt þetta Akkur er ég svo lélur að halda andliti Ég get ekki halda andliti lengur Mér finnst þetta sjálfur svo fyndið Já, þú ræðir ekki til þetta Þú ert bara fuck Já, 2 vinir sem stofnuðu apotek Nei, svo erum við búin að horfa Við erum í alveg búin að horfa á hérna From Þú séð það? Nei Ég mæli með því, það er leiknið þættir svona þetta er svona bær, það sem fólk að keyra eitthvað staðar í Bandaríkjunum og lenda öll á einhver svona sama tré sem er búið að falla og festast inn í einhverjum bæ í alvöru. Þetta hljóma líka bara eins og apotek sagði, nei, ég skil Já, þeir eru fast inn í bæ og það er einhverja verur sem að koma út á nóttinni og þau svona reyna að komast út. Þetta er spennu eða? Já, og þetta er 4. sería núna. Já. Svo erum við búin að horfa líka á Chestnut Man sem eru danskið þetta. Já, 9 hana. Já, ég á eftir að horfa þá sko. Þeir eru svakalegir. Er það ekki? Jú. Já, ég þarf að tjekka þeim. Þeir eru alveg svaka. Já, ég fíla þannig þetta held ég. Ég var búin að sjá trailerinn. Já, þú veist, þetta er búin að horfa á fyrstu seríuna. Nei. Það eru 2 sko. Já, ég vissi það ekki. Ég myndi definitely geða ekki og Pharmacy líka. Þetta eru sko, þeir stofna annar vill bara flytja inn aloe vera avokado hinn vill sítrónur hinn vill rækta þetta já en já, ok, þú ert að horfa á það já, ég elska að horfa á okkar sitt sko. Ertu bíómyndakall? Já, bíómyndakall ég og Inga við höfum bara svo lítið geta hort út af því að Lukas er með rúm inni hjá okkur skilur við og við erum alltaf bara svo búin að því þegar við komum hún niður að við bara þú veist og svo veist mér svona hann er líklega til að vakna þegar við erum að kveikta sjónvarpinu og svona já, en það er alltaf gott að horfa samt þegar maður hefur tíma hvetjum alla til þess hvetjum alla til þess og þú veist sem mikil svona sjónvarp já, ég er algjör svo þú kemur sér með svona kvóta sem er bara svona já, það er náttúrulega ég er algjör svona ég talaði um þetta í þættinum sem við tókum upp á hann sem kemur aldrei út en ég talaði um ég er svona út af við vorum að tala um uppistand út af þú fórst á púðusikur og ég var að segja að þú er svolítið góður uppstandari og Árni líka ég er svona meiri svona kynnir ég er svona presenter og þar hafið það ég svona er eitthvað svona meira þannig gæði sko. Ég man ekki, við vorum að horfa á eitthvað um daginn eða eitthvað eða hlusta á því eitthvað og þú varst einhvern veginn svona það var eitthvað að tala við og þú varst að segja eitthvað og þú vil ekki Kristmyndur góður í þessu já, hvað var það? Ég man það ekki það var örugglega eitthvað svona ég get verið svona með svona stöðluð sko ég get verið með svona stöðluð svör svona góður að koma mig líka út úr sko einhverju svona dóti getur eitthvað þannig en ég svona reyna að gantast eitthvað líka þannig að það er bara eins og það er sko kom Pétur að kíkta á okkur já, Pétur smjör já, ég ætlaði líka að tala við hérna Drake var ekki út herðu, hann var ekki út plötu 3 já, 3 plötur já, og mér finnst líka allt í lagi að fara yfir með þér aðeins Kendrick beefið bara og allt það sko, eitt sem ég er að reyna átta mig á er náttúrulega Future er feature á plötunni hjá nýju Drake
hjá Drake? Já. Og ég er bara að spá hvernig hann kom sér út úr þessu. En byrju, já. Og hann alltaf var á hann að Metro Boomin plötunni sem var að dissa Drake og Drake á fullu. Já, og Drake var eitthvað að tjá sig mynd í lögum og þú veist, heldur hann hafa bara eitthvað, hey man, sorry man. Sorry man. Drakey boy. They were like, they were so pushing. Metro made me do Those this. guys are such bullies. They were pushing me to do this. They are crazy, Þú veist, Drake. ég fatt ekki hvernig þú kemur tilbaka bara eitthvað 50 og ringir í félagin bara, hey man, sorry. Já. Eða skilur hvað við? Já. Ertu bara eitthvað, ég var bara að fylgja Ég með vissi hópnum. þetta ekki, ég fylgja svo lítið með. En segðu mér þá eitt, er ekkert búið að krifja þetta þá? Gáðu bara út lag og bara allir bara, ha? Nei, Var engin aldrandi? Nei, ég man að það var búið að vera svona sögursagnir um þetta. Um að hann er feature á plötunni. Já. Og ég kannski er ekki nóg mikið inn í þessu en ég man, ég ætla að geta sagt þér að hann var að bæta hann að meti hans Jay-Z eitthvað númer 1 plötur. Já. Og hann er núna eitthvað eini síðan Michael Jackson nei, ég held að sé eini til að vera með efstu 3 plötunar Já. á Billboard. Já. Það er rosalega. Það er rosalegt. Hann er, sko, Drake, sko, fyrir mér út og nefndir, sko, bífið. Já. Ég hef aldrei sagt þetta ofnbærlega, það vil ekki ekkert spurt mig. Þú er aldrei tjáðið um þetta opinberlega. Nei, ok, aldrei. Exclusive. Þetta er exclusive hérna. Ég er svo mikill Drake maður. Já. Að Kendrick, sko, hann á bara ekki... Kendrick er bara lúði. Já, sko, Kendrick er bara, hann er ekki bara á sama stað fyrir mér og Drake, ekki einu svona nálægt í, sko. Ég held að sé það ekki fyrir neinum. Það var eitthvað eitt moment. Sumir, ég meina, eins og ég bara tala, við áttum samræðina til dæmis bara við Gauta, skilur bara, sorry Gauti, nei, ég held að Gauti sé líka bara stoltur af því, hann er meiri Kendrick maður. Og mér finnst það svo skrítið. Hvað er að drengnum? Ég veit það ekki. Nei, ég á líka vin sem að ég náttúrulega lærði sálfræði og var með strák sem heit Kristoffer þar í námi og hann var Kendrick maður. Já. Og ég leiði honum ekki að gleyma því enn þann dag í dag, sko, ég þarf að sýna það, sko, En sko, Kendrick vann, sko, arguably beefið, sant? Já. Þú veist, þannig að bara svo að fólk haldi ekki að ég sé, þú veist, það er alveg þannig, en þú veist, það er bara svo mikil munur. En hvað meinar þú á vinnur það, skilur? Bara okkur svona rapplínum og svona... Tjekka. Þú að senda honum? Já. Bara öll metin sem Drake er búin að slá, Drake er bara miklu stærri, hann er bara... Já, en hvernig vinnur bífið ef að gæin er ennþá miklu stærri, Já, það er nefnilega gott, sko, svona rapplega, sko, þú veist, ef við tökum svona gamla skóla rapp hliðina á það, sko, þá vinnur hann þannig sé bífið, hann átti betri lög, sérst, disslög, A-minor lagið, þannig að það er bara sleggja, sko. Já, eitt lag. Já, en það er bara sleggja. En hinn voru svo, ég skil. En já, ég er bara að reyna að vera eitthvað svona, ég er að gefa hann kredit líka, en þeir eru samt ekki, sko, þeir eru bara ekki á sama stað fyrir mér, sko. Nei, og ég held að sé það ekki fyrir neinum. Nei, sannlega ekki. Það getur engin neita því að Drake er stærstur. Nei, það er ekki hægt. En ég get samt alveg sagt að mér að þessi plata ekkert sturluð. Nýja? Já. Nei, ég er náttúrulega ekki búin að hlusta á þetta allt, sko, en ég er örugglega saman, það var endur eitt lag annað sem ég man ekki núna hvað gæti verið þetta, já. Þetta er hann að Já, þetta er hann I follow you deep sea baby. Ég held að sé það. Það var eitt lag annað sem mér var alveg svona, ok, nice. Já, en þú veist, en það er, þú veist, ég segi það ekki, það var alveg fín lög þarna, en þetta, þú veist, maður ásætti ekki að hlusta á Drake-plötu og vera eitthvað, það var endur eitt lag þarna, það var bara, þetta er nú endur alveg fín. En ég er náttúrulega að hlusta bara eitthvað á country og eitthvað í dag, sko. Já. Það er alveg bara, þegar sumir hérna í tónleira sína mér eitthvað rap og ég bara kann ekki að dæmi þetta lengur, sko. Nei. Ég er bara svo mikið að hlusta bara á Zach Bryan og... Það er en unk. Ég er bara án ong, sko. Ég veit ekkert hvað að frela. Þú voru að senda mér eitthvað svona country-lög, ég minn okkar að komast inn í... Country-dótið, sko, það er svo mikil heimur, sko, þetta er svo þægilegt að hlusta á þetta dót. Það er svo mikið af bandarískum gaurum sem eru bara fucking humongous. Já. Og það veit enginn hverjir eru á Íslandi og það er country er ekki að... Country er náttúrulega bara stærsta tónlistefna í Bandaríkjunum. Já. Það er rosalegt, sko. Já. Og ég var bara að hlusta fullt af country og þaðan kemur, þú veist, bara blágræn og komin heim og eitthvað svona stöf. Þetta er bara, ég elska country, ég er að senda þér eitthvað góðlega. Já, do it. Svona pop country líka bara gott. Já. Svo rapparar ofta feature á... Já, ég var alveg, já. Þeir eru að gera feature bara eitthvað Lil Durk og bara fucking... Já, ég sá það, Morgan Wallen, eða ekki? Jú. Já.
Svo Post Malone líka Já, var að Posti hoppa yfir. nettur sko. Já, það er fullt af Ég vil sem fá hann tilbaka sko. Posti, Já, viltu fá gamla Posti sem sagt? já, eiginlega. Já. En eins og I Had Some Help með Post Malone er bara eitt Já, það er geðvitt lag, en það er vel eina. smíðaðasta lag sem ég hef heyrt sko. Já, en er það ekki eina lagi líka sem Nei, er eitthvað nei. vinsælt á þessu? Nei, fullt af hverju vinsalega hana. Sérstaklega í það? Bandaríkjunum. Samt hérna, sér það eru 3 lög á plötunni yfir 100 miljonir. Já, er það liðlegt eða? Þetta Er eins sem og hefur með Pour 1,5 Me a milljón. Drink, er það hana? Hvað er það? I Got a Guy for That er líka með 329 miljonir. En já, þetta er ekkert eitthvað monster, skilur. En I Had Some Help á monster, sko. Kíkjum á hérna. Já. Hérna er ekki eitt lag undir 100, það er eitt lag undir 100. Já, þetta er náttúrulega sko, þetta er sko 10 ára gamall líka. Geðu þessu smá. Ok. En ég veit það. Ég fíla bara að hann gerir allt, sko. Hann var alveg smá motivation fyrir mig, sko. Svona eitthvað rappari sem fór í eitthvað country og... Já, ég Rap og country dýrkaði er hann. ekkert, þú veist, ósvipa, sko. Þetta er sama storytelling, þú veist, að segja sögur, sko. Já, Þannig að ég fíla það, sko. já, sko, ég dýrkaði Post Malone bara frá fyrsta lagi, sko. Já. Hann var alltaf á YouTube, mástu hann gera Windows Shop remix eða eitthvað. Hann var alltaf bara rappari fyrst, sko. En ég man eftir, já ég veit það, en ég man eftir að hann kom til Íslands í hörpuna Já. og það var bara rétt svo fullt eða eitthvað, ekki? Jú, bara eitthvað 1400 miðar Já, eða eitthvað, bara- Alexander Jarla hitt upp og GKR held ég. ógeðslega fyndið, bara Já. fucking Post Malone og Já. hann er bara huge í dag. Já. Þannig að, já. Hefurðu fórst þú okkar Sigurd Solstice eða? Já, ég fór á Sigurd Solstice. Ég náttúrulega sá Árna í fyrsta skipti live á Sigurd Solstice. Aha. Já, og spilaði á Sigurd Solstice sjálfur. Ég man Já, þú segir bara ef við kvæðum þetta út, en ég man einu sinni þá varst ekki ára netru Já. og ég var að spila á Sigurd Solstice Mhm. og þetta er eitthvað ekkert svakalegt, en ég hitti þig og þú varst mér svo óþægilegt. Var ég óþægilegt? Já, það. Ég var bara hrættu við. En var það ekki 2017? Jú. Ég held það, ég var nefnilega alveg smá svona, ég var ekki góð stað þá sko, en það var held ég einmitt árið sem ég spilaði og ég var allt svo fúll, ég fekk slott klukkan 1 eftir hádegi, já 1 hádegi Já. og eitthvað í tjaldinu bara Fenrir eða Já. eitthvað, þú veist, eða eitthvað og bara klukkan 1 og það var enginn, skilur Já. og svo Það fór er ég og líka sá alveg- Árna kvöldið, bara, þú veist, hann var bara klukkan 10 kvöld, skilur, bara Já. gott slott, skilur Í þessu tjaldi líka. Nei, já, bara stóru síðan eitthvað. Já. Þetta var versta tjaldi. Fenrir var fínt tjald með þess að þetta var eitthvað annað tjald. Já. Þetta var bara eitthvað, þú veist, Fenrir var geðveikt. Já, þetta var ekki Fenrir, þetta var bara gullnir eða... Já, ég spilaði líka 2017 held ég og var líka einhver Já, glötuð þetta var slotti alveg sko. ríkald slott sem ég fekk maður. Ég var alveg geðið fyrir eitthvað, en ég var svo sem ekkert búin að gefa eitthvað mikið út svo sem, en degið fyrir hóp minn var nýkomið út á það. Já, Og eitthvað svona, þannig að... Það var gaman sko. En já, ég var ekki- ég var Solstice ekki- er alveg svona legendary dæmi sko. Það er leitindi þetta með, en það er rétt sér sko. Ég var ekki góðan stað hann sko. Ég man bara, ég mætti þér og ég var ég var bara hræddur við sko. Já, ég var ekki góðan stað hann sko. En þú varst djúdlástu fallegur. En það ekki? Jú. Ég leit vel út. Já. Nei, já, mér langaði svolítið að rifja upp sko Solstice sko, það var legendary dæmi sko. það var það sko. Bara ef krakkar í dag hefði fengið að kynnast því sko. Það Já. var alveg bara, ég væri svo til ef það hefði gengið upp eða eitthvað svona sambærilegt myndi ganga upp í Já. dag. Og Það var þarna svo fallet og akkurat þarna. Já. Þetta var geðveik hátíð sko. bara, já, og ég man sko að þegar að ég líti að með segja þetta, þegar að þetta hættir, þá var búið að bóka artista, það var ekki COVID sem hætti við, ég man það ekki, það átti eitthvað að pimpið áttur og ég átti að hita upp fyrir Lil Pump á stóra sviðinu og J Balvin átti að koma líka, annarkvort J Balvin eða Bad Bunny, þeir voru að reyna að fá annarkvort. Okay. Ég veit ekki hver J Balvin er. Hann En er ég bara veit svona hver Bad Bunny gæi, er. já. Hann er bara, ég held sér bara svipastór á hann sko, Já, ok. Ég veit og hver, sérstaklega þá. en Lil Pump, ég veit hver það er. Já. Það er stór gæi. Já, og svo átti ekki líka verið, eða hvort við áttum að hita upp fyrir Ég hitaði tæknilega séð upp fyrir Rick Ross. J Balvin með 73 miljón máli. Ég hitaði fyrir Rick Ross. Ég var klukkan 2 í Gullnir Já. og hann var klukkan 10-20 á stóru sinni. Já, ég Big var Sean og Rick Ross. Þetta var líka alvöru line-ups á Secret Já. Solstice alltaf. Bara Red Þetta Hot er Chili Peppers og... voru þeir? Já. Og bara Rick Ross og Big Sean og Black Eyed Peas og... Hérna er það. Black 2019. Eyed Peas, Rita Ora, Já. En þetta var ekki einu Pussy sinni sko... Riot. Þetta var ekki einu sinni sko... Stærsta, ef þú ferð í 2017, það er stærsta Solstice. Aha. Segja það. Getur þú skrifað 2017?
Já. Það ég man eftir þessu line-upi sko. Og það var Foo Fighters, Rick Ross, Prodigy, Big Sean, Shaka Khan, Kerry Chandler, já, svo mikið meira. Crispin Drexel. Já, Crispin Drexel hana. Er þú ekki hana? Nei, maður sjá. Jú, örgulega. Nei, ég er ekki hana. Ég hefur örgulega spyrir bara Herra, með Byrni í Fenri, maður sjá. Kingum 2018. Það er þetta Gucci Mane, Stormzy. Ég man til því, sko. Clean Bandit er nefnilega Steve Aoki. Þetta er alveg, þú veist, Þetta er huge þetta er huge nöfn. Black Já, Jack Black kom með uppistand. Já. Er ég þetta nokkuð? Nei, ég spilaði bara einu sinni, sko. Þannig er ég bara í meðferð, sko. Þú sagði nei takk. Nei, takk fyrir búið, ég kennst ekki. Já, En já, þetta er, sko, Sigur Solstice, shout out. Þetta er ógeðslega flott hátíð. Og þetta var Já, bara, líka bara það var alltaf gott veður, minni mig. Já, Það er ekki rétt sem er. hérna ég. Þetta er 2020 sem var hætt við. Já. Lil Pump, Cypress Hill, TLC. Já, legendary, Don't go chasing waterfall. Ég er ruglað. Nei, þetta er rétt. Black Bear, Hot Dub, Time Machine, Já, já. Pete og Bass. Þetta er það gömlu kallanir. Já, já. Hefur ekki séð það? Jú, svo nýdönsk ensími, MC Miseri, Gauti, Bríett, ég og Odni, Birnir. já, Birnir, 24/7, Haffi 24/7, Sprite Zero Clan. Já, Þetta var alveg- eitthvað cancel. Þetta hlýtur að vera Já, COVID þá. já, þetta er COVID, held ég. Já. Já. En þetta er legendary, sko. Vá, hvað er maður þetta? Já. Það þarf fleiri svona hátíðar, en þetta er bara... Ég held að þetta sé rosa erfiður bransi, Þetta sko. er rosa erfiður bransi, sko. Þetta fer eiginlega alltaf. Ég man að ég spilaði á bestu útihátíðinni, Já. þá hittaði ég fyrir Kvarasi Já. og það var geðveitt, en svo bara árið eftir var það bara... Þetta er bara of mikið. Og svo Já. var líka eitthvað útihátíðin í Galtalegg. Hún var Já. líka bara offuð árið eftir. Þetta er greinlega eitthvað voða erfitt. En þú sér líka artistana. Þetta Já. er bara, þú veist, það var líka bara, hvernig getið þið borgaðið mellum? Ég held þér hafi ekkert náði. Nei, örugglega ekki. Það var bara svona alltaf 5, allavega 5, bara Já. sko humongous artist. Já. Ekki eins og bara eitthvað Big Sean og svo bara eitthvað fucking, þú veist, Já. eitthvað lítil bönd. Þetta var bara allir Já. geðvögt. Ég svo var held ég, já, mástu líka það Tiny Landi Bam Margera. Já, og Gísli Pálmi náttúrulega líka. Já. Gísli Pálmi kýlir hann. Já, ég man bara til fullt því, af sko. legendir í mómentu. Hérna bara Anderson .Paak líka að spila. Já, Já, geðvögt, sko. þetta var, já. Já. En þetta er svona dæmi sem að, ég held að þetta sé smá svona, þú veist, þú þarft bara að vera passionate Já. og ekki, kannski að pæla mikið í og setja að fara að græða á þessu til að gera það. Mhm. Sem er ekkert margir sem vilja. Nei. Við óskum eftir einhverjum aðlum Já. bara til að halda eitthvað svona skemmtilegt. Þetta er geðveikt, þetta er svo líka bara svo Getum mikið stóðum bara geðveikt. Secret Solstice with the Já, soul. með- Bara og Soul. Secret Solstice. ef það er einhver fjárfæstir til í þá getum við, Já. þið heyri hugmyndina sem við erum að koma með. Já. Við Hendi 200 miljónum í þetta. Við getum fengið netuna Já, og Byrni alla. og alla sko. Já, ángríns. Ég geti, Big Sean. Við getum fengið Já. Big Sean. Hann getur komið. já. Og Rick Ross. Já, Þetta er svona. já, ég fór líka að pæla daginn. Mm. Þá sá ég Meghan Trainor. Já. Veistu hvað það er? Já. Hún er búin að vera í einhverju svaka transformation eitthvað og ekki, það er ekki það sem ég er að fara að ræða en hún er vel gert, hún er búin að græna stóka vel Já. gert, já þér, Meghan Já. en kærastinn hennar, eða maðurinn hennar Mhm. er gaurinn, strákurinn úr Spy Kids Já. og ég fór að pæla í því, manstu þegar ég hef náttúrulega rantað nokkuð sem um lilljótu lirfuna hérna Já. en manstu eftir Spy Kids myndunum ég fór svona Já. að pæla í bara eitthvað svona myndum úr æsku Náttúrulega sko Taylor Lautner var í Spy Kids til dæmis. já, býtu Þú veist það. Hann er hana. ha, Spy Kids. ekki 3D, Nei, bara Spy Kids upprunlega er... já, ég sé hérna nei, þetta er ekki hann Aha. erst þú að ljúga Nei, hlustendum? skrifaði Taylor líka eða eitthvað. Taylor, já hana, kemur strax. já, hann er nummer 2 Já, nummer 2. Já, alveg rétt. Hann er svona eitthvað svona bad alveg boy rétt, já 50% bad boy Já. já, og ég man þegar maður fór, ég held að það veri fyrsta 3D myndin sem maður fór á Já, Spy Kids. Já. Já. og ég Er það held ekki? þá að 3D yrði
miklu meiri partur af lífum hans Ég heldur en veit raunin Það er óslega fyndið, það dó alveg sko Ég held að ég að vera fyrstu 3D myndina Around the World in 80 Days með Owen Hanna í Wilson og loftbelgnum. Jackie Chan já. Mér minnir að hafa eitthvað 3D þar ég veit ekki 2004 sennilega En hvaða Já. myndir sitja svona í þér úr æsku, hvað, og það er ekki Ég- endilega að vera eitthvað svona, að máli vera eitthvað nýs ég náttúrulega hef sagt áður eitthvað stað sko að upphóls bara Disney myndi mínu var alltaf Mulan Já, ég fílaði Mulan alltaf eitthvað, ég veit ekki hvað er Mér fannst eitthvað Múlan finnst mér til dæmis líka um potential til að gera bara alvöru leikna en manstu dark mynd manstu eftir Mulan manstu eftir vondakallinum í Já. Mulan hvað hann var fucking ég var Já. hræddu við hann Já, með eitthvað svona fálkaða örn eða já, eitthvað svona og hann var svona til augnana alveg hvítur svona nánast málaður eitthvað þetta var bara ég var bara smeyku við hann má Já. þetta sko það var bara og mér varst bara úslega góð mynd og hún eitthvað hérna öflug eitthvað pældi ég í vil ekki spoila sko Nei, en pældi í hvað verið geða þetta, það kemur bara alveg budget, bara fullorins já múlmynd það er Ég er ekki að meina fullorins hún er komin Já, hún var bara asnaleg. ekki nógu vel gerð sko Nei, það hún var hræðileg. barnaleg Já, mynd hún var ennþá. barnaleg, ég veit það Ég Já, það bara svona 18 alvöru, plus, já, ég veit hvað bara, þú bara meinar. dark já, hún gæti Mulan getur verið dark sko. Já, og Pocahontas líka já Pocahontas dark sko. Ammena var tré sko Það er Já, dark shit það sko er dark shit sko Jú, myndi bara verið í alvörun 3 Já, já, líklegt líklegt sko Hún var í maníu Pocahontas Já. að tala við eitthvað tréna Nei, ég veit ekki, mér varst Mulan alltaf gekkja góð og svo það er náttúrulega bara þetta klassika Lion King og eitthvað svo mynd sem heitir Prince of Egypt Moses og Ramses Já, við akkur kannski við þetta það var geðveik mynd hún var alltaf það var svona mynd sem að satt lengi í mér svo var gerð önnu mynd með honum hérna man ekki hvað hann heitir breski gurin sem leikur í Olympus Has Fallen Gerard Butler Já, og þeir leika það er svona fullorins Prince of Egypt mynd já það er ekki mynd, maður er með henni Ég var líka Aladdin Jafar er alveg, hann er creep sko já. Hún er líka komin út sem svona fullorins það er búið að gera fullorins af öllum þessum myndum Já, en eina sem ég þól ekki við þær þegar það er gert er að þetta er alltaf sama sagan já. bara gerið nýja sögu Við erum búin að sjá bara eitthvað Lion King já, en það Bara- fær samt fleiri til að horfa sem sá aldrei hina skilur Já, Ég þetta veit er bara ekki. money grab maður þetta er bara manni, já og líka mynd sem að ég man mjög mikið eftir sem ég veit ekki hvort það sé hafi verið bara stór hjá mér eða fattar þau, út af maður svona einhvern veginn sér það bara frá sínum er Eldorado Eldorado, geðvik mynd Geðsjúk mynd. Geðsjúk mynd, ein besta myndin besta Já. myndin sko þannig er ég með þér, ég man bara eftir byrjunni þeir eru að skama hana Já, á gödunum og Og svo með bara nautinu og já, svo- já, og svo finna þeir hérna eitthvað kort já, og það er á að vera sko hérna, Eldorado er hérna og það er fullt af fjársjóði og þeir fara inn, þetta ég man eftir þess að ég geti bara útskýrt hana alla ok þetta er ógstlega gott sjóttöður Atlantis Atlantis Manstu eftir henni? ég man eftir Já. henni, já þá voru þeir að leita, þá voru þeir í sjónunum sko Já, þá voru þeir að leita Ég var pabba smá- eitthvað eða eitthvað, nei hvað var það þér Eða fjársjóður líka, já, Fjársjóður, í fjársjóður Atlantis líka, Þeir voru að leita að Atlantis hérna neðan sjá neðan Ég var smá já, the Atl- city Já, ég var smá Atlantis kall þegar ég var Já, yngri já, Ég þetta er trúði Atlantis. smá á Atlantis já, og enn Já. gerir það smá enn Nei, já ég, nei, ég er fullt af svona myndum þetta situr í manni maður það er líka býtu hér, ég er að sjá hérna hvað hétt hún á íslensku Maður þetta þessari, Treasure Planet Hvað hét hún aftur? já, Þannig Ég man þetta er smá eitthvað eftir svona þessari. sjóræningar í Já. geimnum já, ég man smá eftir þessari hún var samt ekki sturgluð minnum mig Ég fyrir þetta mjög láka svo ég væri svo til að vera með félagsmyndstöða sýningu þar sem ég get bara sínt já, litlu ljótu lirfuna já skilur og eitthvað svona Atlantis. bara Atlantis Ice Age líka já, ég seit, það var fucking gott, já og Shrek Shrek, Legendary, Toy Story einhvern veginn líður mér samt eins og þú veist þegar ég tala um Eldorado og Atlantis og hvað finnst mér samt þess að það séu það eldri eru en eldri sko Nei. jú ekki kannski, ekki þess Ice Age er 2002 sko já, er þetta ekki 90 og eitthvað sem við erum að tala um Eldorado 2000 Atlantis 2001 já, ok, það eru Og svona eins aðeins og- eldri en ekki greinlega jafn mikið, Nei. en sko eins og Shrek og svona Shrek er enda 2000 líka held ég. já hvernig er Mulan, hvernig kemur hún út 98, og 98 sko, ég vissi það en Shrek er 2000 minnum mig, eða 2002 held 2000, eða 2001 2001 já já, 2001, já það er að koma nýlíu Já, það er komið nýtt, já, ég veit það Ég var að spá hérna já, einmitt hvað spá Nei, ekkit, bara hver er að fara að talsetja fyrir Shrek Ég ætla að stinga upp á átna já hver heldur að hafa gert það aður
Ég veit ekki. Eddie Murphy Já, en ekki á íslensku. Hann var eitthvað ekki Eddie Murphy var asnin. Var ekki Bucky. Mike Myers. Powers, já. Mike Myers, já. Já, talandum hvernig tónlist hlustar á líka þegar þú varst lítill? Ég hlusta á bara country sko, alltaf. Nei. Ég bara Ég country alltaf sögur í hlusta á gegn. country sko. Já. Nei, ég hlusta á svolítið íslenska tónlist, bara Sálin, Svartum fötum, Bubbi, bara Bubbi. Það var náttúrulega nummer 1, 2, 3 Já. heimilinu mínu, bara pappa og mömmu. Já, Svo kom rappi svona setna mér inn og þá fór ég að hlusta á Eminem og 50 og eitthvað svona. Akon, mikið Akon. aha. Hann Já, átti fucking svona- run, maður. Hann átti fucking run Og T-Pain líka. Já, T-Pain náttúrulega legend sko. En þú Þú varst að hlusta á danska tónlist eða? Já, ég var að því, en það var kannski meira Snúk saman stjörnu Já. sko. Nei, það var samt kannski meira þegar ég var á næst eldri, sko, en ég hlustaði mjög mikið, sko, pabbi minn var sjómaður og hann fór á sjó og kom oft heim með eitthvað svona diska, skilur, já, fiska, kom heim með fiska, kom með, eitthvað geisladiska fyrir mig og ég man ég átti hérna Robertino, sem er þess að ítalskur óperustrákur og ég dyrkaði þetta og ég hlusta á þetta En endalaust. pældi hvað þetta hefur mikil áhrif að hann kom með þetta til þín Já. og þú fyrir að fara að fíla þetta 100% og svo átti ég líka Ímon. Já, Varstu þetta Ímon, já. Fuck what I said, it don't mean shit now. Já, og sko hann á plötu sem ég átti sem enginn hlustaði á, hlustaði allir bara á þetta lag. Já, Ég kannu öll hinlögin líka út af því að ég fekk þessa plötu. já. Svo, og hann gaf mér líka hérna, sem ég vissi ekki fyrir en ég var að vinna með honum, að hann gaf mér hann að Bang Gang ég veit ekki hvað ég að segja þetta Bang Gang Barði í Bang Gang Já, Bang Gang, Já. vissi ég hver það er? Nei, Barði, þú sagði bangang? já, barði í Bang Gang. Hvað er það að segja? Vil ég smá Barði í bangang? Ég hef bara aldrei hitt það. Jú, gauður. Rámar eitthvað reyndar en ég veit ekki, var þetta eitthvað legend, er þetta íslenskur? Já, hann hafði Er styrt það á hana hann. litli tælenski strákur? Nei, hérna Bang Gang. Já, ok, ég bara vissi ekki hvað þetta var. Vá, þú veist mér, sko, ég varst mig. Já, þú varst eitthvað bangang og alveg heyrði það. Ha? Nei, barði? Jú, Barði? sjáðu, ég skal sína þér hann. Þú veist Það alveg er bara örugglega ekki til mynda á honum. Jú, víst, ég var að gera tónlismur daginn. Er þetta hann? Já, Já, ég veit alveg hvað þetta er. þetta er barði í Bang Gang. Hann er í stef, hann er í fulltrúaráði stef. Og hann samdi, Ég satt með honum fundum daginn. veistu hvað hann samdi? Þetta er barði í Bang Gang. Já. Hann samdi Messages Club lögin og próduseraði. Nei. Jú, Þessi gæi? já. Meira frelsi. Já, reynda samdi Jón Gnarr þann texta. Já, ok. Þú gæti bara verið að bulli mig núna og ég veit ekkert. Nei, tjekka, ok, með meira frelsi, ég ítum á kredit. Barði og Jón Gnarr. Ok. Hó, 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 ég sé hei, hei, hei. Barði. Pældi því samt að Jón Gnarr samdi textanum við meira frelsi. Já. Ég held að sé ekki allir vita Mercedes það. Club er alveg með 7.000 monthly. Já, Það er alveg slatti. Með að við, þú veist, hvað meinar með því? nei sem við erum með að við bara inactivityð. Skilur. Ég veist þér ekki nógu góð til að fá 7. Jú, ég bara hefði ekki skað að vera með svona 2000. Bara hefði ekki búin að gefa út í hvað, 20 ára eða eitthvað. Finnst Þetta þér er bara vel gert þeim. Sett ekki eitthvað óþægilega stuð. Já, setja mig í ræðilega stuðu það. Það finnst þér ekki Búið að að skilja stoppa það. podcasti bara. Hvað Já. mennir við því? Heyrðu, líka, það sem búið í gangi. Já. Ég ætla að tjekka ef það er alveg sem þetta sé að taka upp eða það. Já. Steraleikarnir. Sástu Já, það? Nei, hvað er það? Það eru, basically eins og ólympíuleikarnir, Já. nema þú mátt vera á sterum. Ok, Og Hafþór Júlíus og hvað er að keppa. ok. Og það er bara Hann fullt. er sem það ekki á styrum. Nei, hann er alltaf bara að prófa. Já, ok. Hann er ekki á styrum, sko. Hann er svona representative af þeim sem er ekki á styrum. Já, hann er svo mikið á móti sem. Já. Nei, þú veist, þannig að í rauninni, mér finnst þetta smá spennandi. Ekki út af, mér finnst ekki sniðu þetta að kannski sé verið að auglýsa fyrir börn og eitthvað svona stera, en ég meira að meina þú veist, allt þetta fólk er á fucking styrum. Já, já. Allt þetta fólk er á styrum Já. en þurfa samt einhvern veginn að vera felað á eitthvað. Já. Já, þú veist, ég ætla að held að ég veit svo sem ekkert um það. Nei. En þarna getur við rauninni bara séð bara
what the human capabilities eru bara í raun og veru. Já, bara max, Já. bara ef þú ert að styrir samt. En eina og það var alltaf peppað þetta upp að bara heimsmet hvert á fætu öðru myndi falla og Já. eitthvað $1,000,000 hvert heimsmet sem fjall. Já. Það var eitt heimsmet sem fjall Já. í sundi, eitthvað freestyle sundi. Shit. Og það sko, býtu ég að sína þér myndina hérna. Já, hvað finnst þér svona, skilur? Út af, mér finnst þetta að vera bara svona Ég hef bara, sko, ef ég var hreinskilin hef ég ekki rosa mikla skoðan á þessu, sko. hérna sundkappinn, sér hana. Já. Mér finnst það bara gaman að sé komin sko eitthvað svona dæmi þar sem að fólk sem að aðhyllist þessu getur keppt Já. og þú veist, það er alveg það er enginn að segja mér að þegar við erum að horfa á sterkasti maður í heimi að sé allir bara hvað, hérna eru náttúrulegir íþróttamenn fattar hvað er við, þú veist Ég veit ekki, nei, mér finnst það svona ósennilegt, það hlýtur að vera búið að borða svolítið mikið af gulrótum og káli. Já, nei, ég bara, þú veist og ég líka bara, ég veit ekki veit ekkert það, mér líður samt líka bara eins og þú veist bestu fótboltamenn í heimi hljóta að vera á einhverju bestu körfuboltamenn í heimi hljóta að vera á einhverju Já, alltaf svona, og það er rosalegt svona drug testing dæmi í sem á svona hæsta leveli, sko. En ég, þú veist, ég veit ekki neitt. Nei, Kristmyndu, hvað voðalega ferð þú í kleinu því að tala um þetta? Já, er eitthvað félag? Viltu líka meina bara allir tónlistamenn á Íslandi sé á þessu? Nei, nú veist, þetta segja mér og haldir ekki að Ronaldo sé að gera eitthvað aðeins öðru en bara, þú veist, ég og þú þau vorum í öðrum flokka. Ég get alveg trúið að hann sé á einhverju, en það er náttúrulega alltaf að tjekka á þessu. Ég veit að þeir eru þetta alltaf á undan. Já, þeir eru með eitthvað svona. Ég man einhvern tímann, nú er ég að segja eitthvað sem að ég man ekki nógu vel eftir, en ég man að var eitthvað, eitthvað svona NBA það sem tók úr sér blóðið og fristu og settu það svo aftur í sig til að fá fleiri eitthvað hvítu blóðkornin eða eitthvað. Shit, já, ég held að og það er ekkert að testa það, held ég. Nei, ok, gott að vita. Þannig að ég ætla að fara að frista blóðið mín. Blóðið mín. Nei. Kornið mín. Nei, mér finnst bara skemmtilegt að sé, þú veist, að það sé verið að gera keppni úr þessu. Já, þetta er alveg skemmtilegt. Var þetta að horfa á Dögstar? Já, ég held að það hafi verið á YouTube, en það var samt bara 2 dagar, en ég held að þetta var fyrst skitt sem þetta er, sko. Já. En ég vonandi að verið stærra og stærra. Já, takk yfir. Já, heyrðu. Já. Eigum við að henda okkur í hérna þakklætisvotni til að í bóði Dominos til að við náttúrulega klukkan er að ganga 12. Já, við erum orðið svona þreyttir, sko. Já. Og ég segja bara eitthvað sem ég er þakkláttur fyrir. Já. Sko, ég er rosalega þakkláttur, ég er þakkláttur fyrir þig, þakkláttur fyrir að vera hérna, þakkláttur fyrir barnið mitt og eitthvað svona, þetta er klassíska. Klassíska, bara huginn og barnið. Já, bara huginn og stelpa mín. Já. Nei, ég hugsa að ég sé, sko, ég er rosalega þakkláttur fyrir ferili minn og hvernig bara búið að ganga hjá mér og fyrir hérna svona flækjuna sem ég leist úr. Já. Og hérna, og bara stoltur af sjálfum mér. Svo er bara þakklátur fyrir Átna og hérna Bubba Morstens Múlan, ég þakklátur fyrir Múlan og bara heiminn og bara fólk sem að hlustur á tónlistina mína. Það er ekkert grín, ég lendi stundum í því hérna að vera að keyra og það kemur svona allt í hennu svona rennur upp fyrir mér, sko, bara vákamur er heppin að fá að geta gert þetta og fyrir að gera tónlist sem að fólk hlustar mikið á og elskar jafnvel og þú veist, þetta verður svona ég er bara svo þakkláttur fyrir það og þannig að já, ég hugsa að það sé svona helsta, ég nefndi svona 20 hluti. Já, en það er bara geggjað. En þú, hvað ertu þakkláttur fyrir í dag? Í dag er ég þakkláttur fyrir að þú hafa nefnt að taka upp annan þátt og ég þakkláttur fyrir og vona að hlustendur okkar skilja að það sé kannski aðeins rólegri þáttur þar sem að við erum þreyttir. Já, klálega, við vorum alltaf að meiri sprengja í fyrir þættinum, sko. En ég held samt að þetta hafi verið mjög góð þátt. Já, algjörlega, bara fín tilbytting líka og ég þakkláttur fyrir bara kærastunum mína og börnin okkar og ég þakkláttur fyrir Las Vegas og ég þakkláttur fyrir bara hlustundur okkar og við ætlum bara að taka upp þátt þar og vonandi taka upp fleiri auka þetta líka, mér varst mjög gaman, við fengum alveg mjög skemmtileg viðbröð við svona extras eitthvað. Já, hana í höllinni. Mér finnst það góð pæling, allt í nú mættir við klefa eitthvað. Já. Þið getur kannski fengið Conor McGregor bara hana UFC klefanum. Já, ef hann vinnur, þá fá hann 100%. Það er loforð.
Lofum ykkur því. Heyri, takk fyrir komuna og takk fyrir að hlusta. Takk hérlega fyrir mig. Peace.